kannski bara byrja á að kynna ykkur og hvaða mynd þið leikstýrðu hérna á? Já, ég heiti Þorsteinn og ég leikstýrði Allt undir í Garðabæ. Ég heiti Axel og ég leikstýrði Illa brotinn. Já, við erum að byrja með Allt undir í Garðabæ þegar það var fyrsta myndin sem við sáum. Það var svolítið erfitt að finna spurningar fyrir mig þessa mynd. Þetta er heimildamynd, þetta gerist í alvörunni, þetta er ekki leikinn. En hvenær hugsaðirðu, hvenær kom svo hugmyndin? Ég að byrja að gera mynd þetta. Var þetta þegar fyrsta keppnin ykkar? Var þetta þegar þið unnuð? Bara hvernig? Já, ég man ég gerði heimildmynd fyrir svona 2 árum og ég vildi gera annan. Og þá var ég að mynda fyrir með liðið og ég bara fattaði ekki að mynd þetta þangað til að koma á úrslitin í Gothia Cup. Og þá hugsaði ég byrju nú við, vá, þetta gæti virkað svo bíómynd, hugsaði ég. Bara að við byrjum illa og svo bara vinnum við upp þangað til að við náðum að succeeda eins og við sáum. Og mér fannst það bara svo áhugavert og bara sýna fólk að maður á ekkert að gefast upp. Maður á bara að halda áfram og reyna af því það er bara ekkert kostur að gefast upp. Þannig mér fannst bara svo áhugavert að gefa mynd það að bara alveg saman hvort stefnu í lífinu, þá heldur samt áfram. Já, þetta eru 2 partar. Hvernig var að edita þetta, svona back to back? Þetta voru meinu verstu martröð lífsmins maður. Ég held ég byrjaði að klippa í september, bara leið og keppnistímabilið kláraðist og var alveg 4 mánuði í síðasta lagi að gera þetta. Og af því að ég var ekkert eitthvað, af því ég var í fjarnámi og þá gat ég alveg fengið smá tíma til þess að klippa á með, þannig að ég var eiginlega heima allan daginn, bara non-stop. Ég fekk ekki að fara út og fara með ferskt loft af því að ég var bara allan daginn að klippa þetta. Tók alveg frikið langa tíma, þannig að þegar ég kom aftur út, ég var bara eitthvað, hvað svo skrítið hann kom aftur út, bara, wow! Þannig, já, þetta er ekki svo skemmtilegast að klippa þetta, en þetta var worth it. Já, og eins og mig, ég þekki mikið fótbolta, ég sem horfa á leikina, hvenær byrjaði fyrsta keppni sem við sáum í fyrsta partnum og þegar þið unnuð voru bikarmeistarar? Hvað langur tíma á milli það? Það var, þetta er náttúrulega bara að byrja í haust, keppnistímabilið byrjaði bara október, nóvember og svo bara hélt þetta bara gangandi og mótið byrjaði í mars og þetta hélt alveg þangað til í lok september eitthvað svoleiðis. Þannig að basically við byrjum illa í mars til júní cirka, eða byrjum að í gangi í júní og þá byrjum við að gera góð hluti hægt og rólega og unnum svo titil í september. Sem liðstjóri, varstu ekki bara mjög ánægður að sjá þetta bara fyrsta lagi á stóra skjánum og líka bara að sjá þetta í alvörunni? Jú, mér finnst þetta bara svaka upplifun að sjá þetta á stórum skjá. Mér finnst þetta bara frekar heiður að sjá mitt verk komast á stórum skjá. Það er eitthvað sem er eitthvað mjög stórt partur af að gera bíómynd að láta koma á stórum skjá. Þannig að ég er rosa stoltur af þessari mynd og strákunum og allt bara til þess að ná svo titil, eiginlega. Já, ég trúi því. Heyrðu, og núna með hina myndina, þannig að ég er svo sem bankað hana. Hver var hugmyndin á bak við þeirri mynd? Þetta er í rauninni bara endurgersla af sömu senu í Breaking Bad. Já, við erum rosalega aktífir við strákunir að endurgera svona senur til þess að skilja hvað er það sem gerir senuna svona góða. Og já, við bara tókum einhverju senu á Breaking Bad og endurgera hana. Já, þannig að hún átti alltaf að vera 1 mínúta mjög stutt, bara svona... Já, þannig tími það bil. Og tók þetta nokkuð bara langan tíma? Tók ekki bara stuttan tíma? Nei, þetta er endar önnur útgáfa af sömu senu af því við tókum henni upp og lögðum rosalega mikla vinnu að gera settið og allt saman og síðan kem ég heim og fatta að allt hljóðið hefði eyðist. Þannig það var rosalega mikil hitt á móralinu þannig við þurftum að bíða nokkur mánuði og síðan kom aftur að gera þetta. En það hefnaðist. Já, hvernig var að edita þetta? Var þetta ágætt eða var þetta erfitt? Þetta er bara, af því við erum að endurgera senu, þá erum við með svona blueprint. Við erum með senu, gömlu senuna, en kannski erum við ekki sama efni, sem passar við það sem við tókum upp.
þannig við eddutum kannski aðeins öðruvísi en við erum alltaf með svona blueprint. Já. Eru eitthvað spurningar frá áhorfendasal? Já. Allt þetta í Garðabæ. Já. Er eitthvað saga bak við tónlistarvalið? Nei, ekkert svo. Ég bara einfallega bara valdi bara að segja eitthvað lög og eitthvað bíómynd og bara skrifnakorta eitthvað lögum á Spotify. Bara ekkert flott með það, af því ég hugsaði, mér var alltaf sagt bara eitthvað, heyrðu, þú verður að velja eitthvað lag sem er svona eitthvað, ekki copyrightur og neitt svoleiðis. En ég sagði, ok, en mér langar að gefa mynd sem er svona gæsahúð, fattur, maður gefur gæsahúð, tónlistin er lykilparturinn af því. En ég hugsaði bara, ok, ég tek bara eitthvað fullt af myndum bara eitthvað sem gefur mann gæsahúð og það virkar. Ég meina, mér er sama hvað YouTube og allir segja, þetta er copyrightið, þá bara skipt með það. Ég bara, sína myndið mína og hún er bara flott, eins og er. Eru einhverjar fleiri spurningar? Já, þarna. Axel. Já. Eru þið að vinna í einhverju stóru? Vinna í einhverju stóru? Heyrðu, við erum að vinna í 2 verkefnum. Þau sem koma á seinasta ári, þá vitið að við erum með svona seríu sem heitir Fína lífið, sem er svona surrealísk sketsþættir og við erum alltaf að leita svona nýju fólki til þess að vinna með, til þess að svona leika okkur að bara gera eitthvað algjört rugl. Svona surrealist drasl í rauninni, en þetta er mjög gaman að gera það. Síðan erum við að, ég veit ekki hvort ég ætti að segja ykkur þetta, en við erum að vinna á kvikmynd í fullri lengd. Bara á okkar forsendum. Þannig við erum bara að prófa hvað við getum með það sem við höfum. Og já. Spennandi að vita meira um það. Já, held ég segi ykkur ekki meira. Er eitthvað fleiri spurningar? Já, Anna. Það var ekki á sambandi við þjálfara þarna í Stjörnunni sjálf, það er í afturbyggjar. Já, heyrðu, hann náði ekki viðtal með þjálfarann eða? Já, þú svona eftir að leika þjálfara smávegis. Já, einmitt, já. Ég hafði samband við hann, hvað við taka þátt. Hann var samt alveg svona feiminn og svona og hafði ekkert mikið áhrif að vera við frá myndavél og svona. En hann var nýlega búinn að missa hérna pappa sinn, hann gat ekki komist, hann var erfiða tíma þá. Þannig ég hugsaði, ok, þá verð ég bara svona að vera bara þannig séð liðsstjóri og þjálfari á sama tíma án þess að fólk fatti það. En þó að ég held að hann er vandræðalegur hvort sem er, því hann er ekkert vanur að vera með myndavél í andlitið sitt. En já, hann var bara að koma sér gegnum erfiða tíma. Eitthvað fleiri spurningar? Já. Takk fyrir minn. Ég kannast við þetta, ég hef gert sjálfur, þú veist að því hérna gott silfur gullur betra handboltakappan okkar á Ólympíuleikunum. Já, nákvæmlega. Ég veit hvernig er að vinna svona, frá því að fara þar sem að liðið bara alveg í skítnum, Já, einmitt. Og taka þetta síðan upp á pallinn, og þetta er alltaf gaman að sjá svona success-binding, í þjóttum. Já. En ég fann aðeins fyrir því að þér að það fótboltanördin var dottið í gangi. Já, hann var svolítið nördi, já. Ég finnst þú eftir að endur þetta er mjög gott fyrir liðið sjálf, þessi mynd. En ég veit ekki hvort þú nefnir að taka þetta niður og massa þetta aðeins betur saman þannig að þetta verði gangi betur fyrir hinn venjulega áhörðan. Já, þetta var samt hugmyndin við þessa mynd að láta svona virka fyrir aðra áhorfendur, ekki bara fyrir fótboltanörd og það. Kannski hefur ekkert virkað þér greinilega, en það hefur virkið hjá öðrum, ég hef alveg sýnt hjá öðrum. Já, það er gaman að horfa á þetta, virkilega. Heyrðu, hérna, er þarna Goldie Cup, er það á milli í sjálfu bikarmótinu hérna heima? Hvað meinarðu? Gothia. Já, nei, Gothia Cup, það er haldið í erlendis. Já, ég veit það. En er það inn í sama tímabili? Já, þetta er allt á sama tímabili. Fara þeir út, strákarnir, og koma svo tilbaka og klára bikarinn? Já, það er bara nákvæmlega það. Þetta er allt sem gerist í myndinni, það er bara akkurat þessi timelineið. Já, það er gott að vita vegna þess að fara í Gothia Cup hefur hjálpað þeim alveg rosalega mikið. Já, Þess að í fótboltanum. nefnilega. Þannig að ég efast þau hefðu unnið ef þau hefðu ekki farið í Gothia Cup. Já, Og ná svo langt það. nákvæmlega. Og það er gaman líka að sjá liðsheitinu hvað hann flott sér. Já, þetta var svona, já. Er það liðsstjórnum að þakka?
svona, ég myndi ekki segja það, en svona, það var bara svona alveg bara strákunni föttu bara, þeir voru eitthvað, þeir þurftu aðeins að laga. En ég var svona eitthvað part af því að þeir hérna náðu vel saman. Þannig að þetta er ekki allt mér að þakka, en þetta er eitthvað lítið mér að þakka. Já. En hérna, ok, það er alltaf gaman að sjá þetta, við verðum nota svona senur úr bíómyndum og endurvinna það, því það er heila glás á því. Já, algjörlega. Nei, nú er ég að tala við. Já. Hérna, hvað heitir þú? Axel. Axel, alveg, já. Þannig að það er flott hjá ykkur og ég er bara ósk ykkur setjast ykkur til hamingju, því að það er með fjóra myndir, en ég var að tala um kreditlist hérna að skammast, ég var alveg brjálað þegar ég sagði þetta. En núna er skilningur á þessu, það hefur kannski verið ágætt að hafa þannig aftast. Já, það er einmitt sko, við bara tókum þetta bara beint af skali sem við sendum bara á YouTube. Þannig að svona glimtist eiginlega að uppfæra þetta með kredit sko, ég tek það alveg á mig, en þannig að... Það er kredit á mínum myndur sem Já, eru eitthvað fleiri spurningar? Nei, þá bara þakka ykkur fyrir, bara 2 æðislega myndir. Takk fyrir. Takk fyrir að hafa okkur. Já.